Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og velkomin í sjónvarp Víkur frétta. Fjöri heldur áfram á Suðurnesjum og við erum einmitt að fylgjast með því. Við förum beint til Grindavíkur og skoðum nýtt glæsilegt hótel og tökum púlsinn á stærstu sjómannahátíð á Íslandi. Við förum í óvænta heimsókn með forseta Íslands og ræðum við göngugarp sem ætlar að ganga frá Keflavík til Hofsós. Já, svei með þá. En við hefjum leikinn í Grindavík. Í félagsheimilinu Festi dunaði dansinn á árum áður, en þar nú komið glæsilegt hótel. Hvernig hefur gengið að koma þessu alltaf legg? Það hefur gengið bara alveg ótrúlega vel. Ég er enda bara búin að taka þátt í þessu sjálf síðan í febrúar, en það er búið að bara vinna hérna kraftverk síðan þá. Alveg ótrúlegt hvað er búið að gera á þessum tíma. Og hver er svona markhópurinn ykkar með þessari staðsýningu? Þetta er fyrsta hótelið í Grindavík og hver er svona markhópurinn ykkar hérna? Ég held að svona allavega til að byrja með, þá séum við kannski svona typikal túristahótel. Þó að það verði alltaf í bland og við viljum náttúrulega fá Íslendingar til okkar líka og við erum nú þegar búin að hýsa einn hóp sem var svona tilraunadýr hjá okkur daginn sem voru Íslendingar og gekk alveg ótrúlega vel en fyrir túristana þá er þetta bara inngangurinn inn í landið og ótrúlega mikið að sjá og upplifa hér þessar slóðir. Og nafn hótelsins Geo Hótel, er þetta eitthvað tenging við Geopark, Jarðvang? Já, við sannarlega hugsaum til þessu, bara til svæðisins og það sem þið hefur upp á að bjóða. Við horfum á hraunið og eldfjöllin og alla jarðfræðina og undrin sem eru hérna allir kringum okkur og erum að reyna að tengja okkur við það. Og hvernig hefur gengið að bóka? Eru byrjað að bóka? Já, það byrjaðist bara strax í febrúar og það hefur verið tekið rosalega vel í þetta og við erum bara strax komið með bara vel að bókunum, aðalega frá ferðaskrifstofum en einnig frá einstaklingum sem bóka bara beint í gegnum netið og eru að ferðast á eigin vegum. Og er þetta einhverjir sem að koma eitthvað stað langt að? Það er alls staðar að. Það er alveg bara rosalega fjölbreytt þjóðerni sem er að sækja okkur heim. Svona yfir sumarið er það kannski meira Evrópabúar, en svo erum við bara til dæmis komið með nokkra litla Japanahópa fyrir næsta vetur sem ætla að koma hingað og skoða norðurljósin. Og einn er að spyrja mig meira segja hvort að það væri möguleika að bæjaryfirvöld í Grindavík myndu slökkva á götuljósunum fyrir þá en ég sagði þið þyrftu nú ekki fara langt, þá væri það hvað sem við komnir í myrkrið og gæti notið. Hvernig hafið þið svona látið vita að ykkur? Jú, það er nú fyrst og fremst í gegnum ferðaheildsala og ferðaskrifstofur, bæði innanlands og erlendis. Það er bara frá upphafi að láta okkur vita, láta þá vita af okkur fyrirgefið og leyfa þeim raunin að fylgjast með því sem við erum að gera. Fylgjast með, þú veist, framvindu mála, senda þeim myndir og bara kynningarefni. Og svo í gegnum bara vefmiðla á netinu eins og svona heimasíður eins og booking.com og expedia.com þar sem að fólk sem er að skipuleggja sína eigin ferðir og ferðast á eigin vegum. Og hver er svona þjónustan sem að þið sérhæfið ykkur í? Sko til að byrja með ætlum við að vera fyrst og fremst bara fínt hótel með góðan morgunmat en við erum samt sem áður með alveg fullbúið eldhús og það mun örugglega koma að því seinna að hér verði bara rekin veitingastæði frá morgni til kvölds og húsi mikið notað. Og hafa bæjarbúar í Grindavík ekki verið forvitnir framkvæmdir? Alveg ótrúlega forvitnir. Þetta er held ég aðalrúndurinn í bænum. Það er að keyra hérna lötur hægt í kringum húsið. Einn sem hefur hætt sér inn til að spyrja hvort það sé óhætt að kíkja. En það er allir auðvitað hjartalega velkomin. Við byrjum á því hérna í dag með þessu opna húsi. En þetta hús á bara að vera húsið okkar allra og það er alltaf allir velkomnir og við verðum bara kannski með smá bar og kaffihús hérna þannig að það er bara, fólk má ekki vera feimið að koma inn. Hvernig er að hafa búið til hótel svona í svona sögufrægu húsi? Jú, sko eins og ég segi, ég er náttúrulega ekki búin að vera í þessu lengi en mér finnst það alveg ótrúlega skemmtilegt og gaman að þetta hús skuli vera notað og eins og við múndum sjá í myndunum eftir að þá til dæmis listaverki sem var í innganginum að við leyfum því að halda sér og mér finnst það alveg ótrúlega skemmtilegt og ég held að bæjarbúinn þykir það líka. En það eru 11 mánuði, það er rétt, það er að verða 11 mánuði síðan að við hófum hérna framkvæmdir og það hefur auðvitað mikið breyst á þeim tíma til betri vegar. Hvernig var aðkoman þegar þið komið? Hún var svolítið nöturleg. Drengir bæjarins höfðu haft gaman af að brjóta hér rúður og það var neglt fyrir glugga og svona eins og vill verða með hús sem eru aflögð,
safnað inn í þau dóti og svo framvegis. Þetta var vægast sagt ömurlegt. En skrokkurinn var góður, það var mér ljóst í upphafi og svo bara með þetta eins og annað sem lætur undan mannshöndinni. Ef mikið iðjað þá endar það vel. Þegar náðu það aldeilis að gera margt hérna á þessum 11 mánuðum? Já. Það er frá því að segja að við máttum byrja á skolplögnum, saga upp gólfin og leggja nýtt skolp frá öllu. Það er allar lagnir nýjar, ekkert notað af því sem fyrir var. Það er einungis steypan í útveggjónu sem var notuð og þökum. En út úr þessu hafa komið 36 tveggja manna herbyggi með baði og ásamt aðstöðu svo í kjallara fyrir starfsfólk og þvottahús og svo framvegis. Grindavík er mikill sjávarútvegsbær og sjóarinn síkáti er orðin stærsta sjómannahátíð landsins. Við kynntum okkur nánar dagskrána, en þetta er jú svona startið á bæjarhátíðum landsins. Þorsteinn, það er aldrei stór helgi framundan hjá okkur hérna í Grindavík. Já, það er náttúrulega bæjarhátíðin okkar, sjóarinn síkáti sem er framundan. Og það má eiginlega segja að þetta sé 3-4 daga skemmtunorðin. Við erum alltaf að reyna að þróa hátíðina og gera hana betri frá ári til árs. Höldum svona rýnifundi eftir hverja hátíð og Grindvíkingar eru mjög kröfuharðir. Og það er svolítið gaman að segja frá því að bærinn tók fyrst skipti þátt í þjónustukönnun sveitarfélaga sem Kapasent gerir og þar komið ljós að menningamál trónan á toppnum með ánægjuvogina hjá Grindvíkingum, þannig þeir eru ánægðir með einhvern veginn tiltekst en þeir gera kröfur og við erum með fullt af nýjungum í ár sem við ætlum að breyta upp á. Hver eru þær helstar? Það er ýmislegt, ef maður byrjar á krökkunum af því að maður svona við setjum þau svolítið oddinn í þessu öllu saman, að þá erum við með á sjómannadaginn sunnudeginum að þá verðum við með lifandi fiskabúr. Við erum búin að láta smíða svolítið af fiskabúrum, stórum og minni og Hafró í Grindavík ætlar að setja í þessi búr helstu furðu og netja fiska Íslendinga sem að finnast hérna við strendur Íslands. Þetta er mjög metnaðfullt verkefni sem að Hafró er með í samstarfi við sjávarútvegsfyrirtæki í Grindavík. Þannig að við erum mjög spennt að sjá hvernig tiltekst. Við ætlum að byrja þetta bara svona á rólunótunum en engu að síður tjöldum miklu til og vonandi er þetta byrjun á einhverju miklu hvað það varðar. Nú svo verðum við með leiktæki meiri en áður, við verðum með á laugardagsundi, nú verðum við líka með á föstudagskvöldinu og bætum svolítið í dagskrána fyrir krakkana. Svo erum við með fyrsta skipti svona risa tónleika á laugardagskvöldinu á sjóaranum í Íþróttahúsinu og það eru Skonrock gengið, Eyþór Ingi og fleiri góðir og með hljómsveit Tyrkjagutta og þannig að þetta verður svona 80s rock eins og við viljum hafa. Ég sé það tvissar í Hörpu, þetta eru geggjaðir tónleikar, kannski þess sem ég þekku til að koma hingað, það eru alveg frábærir. Og svo er náttúrulega risaball í Íþróttahúsinu þar og eftir með Helga Björns og fleiri góðum. Og svo erum við með Grindavíkur hlaup og körfuboltamót fyrir yngri kynslóðina og svo er þetta svona þess utan svona með nokkuð hefðbundnum hætti. Þetta er fyrsta bæjarhátíðin á landinu og það breytir svolítið mikið hjá okkur bæjarbragurinn svona í aðdraganda sjóarans síkáta. Já, Grindvíkingar fara að skreita eins og enginn sé morgundagurinn, við skiptum þessi litakverfi. Þetta er 7. ári sem að ég kem að þessari hátíð og það eru 7 ár síðan að við tókum upp á að skipta hverfinu svona bænum í litakverfi og það hefur tekist mjög vel, þannig að bæjar búið að taka mjög vel í þetta. En það sem aðal tilgangurinn með því að hafa þessa hátíð að gera hann jafn glæsilega og raun ber vitni er að við erum náttúrulega að Grindavík er sjávarútvegsbær og við viljum heiðra sjómanninn og fjölskyldu hans og ég veit að sjómenn eru mjög ánægðir með hvað er mikið lagt í þetta og þannig að þetta er svona sameiginlegt verkefni hjá okkur í Grindavík, hjá Grindavíkurbæ, Sjómanna Vélstjórafélaginu og Grindvíkingum öllum. Og það má líka bæta við þetta sem að setur svolítið stóran svip á helgina er að Vísir, útgerðarfyrirtæki hérna, er 50 ára þessu ári og þau eru með heilmikla dagskrá á sunnudeginum og eru með fyrirtæki sitt opið að koma að skoða
Og svo eru Vísi systkinin sem eru tónelsk og músíkölsk. Þau verða með minningatónleika foreldra sína í Grindavíkurkirkju á sunnudagskvöldið. Og Jón Ólafsson mun stýra þeim tónleikum og þau eru að gefa út geisladisk til að þeirra minningu foreldra sína. Og þannig að þetta verður mjög gaman að sjá þessa fjölskyldutónleika þeim og það er ókeypis og kostar ekkert inn. Við stundum finnum skjóli í norðangarranum en það er nú ágætis spá fyrir helgina og ef fólk ætlar að koma til ykkar er þá hægt að fá næga gistingu? Já, nú er komið nýtt hótel í bæinn, Gíó hótelið, þar sem að skemmtistaðurinn Festival. Þetta er akkurat það sem við þurftum á að halda og þannig að það er nóg gisting. Svo náttúrulega tjaldstæðið okkar náttúrulega glæsilegt eins og allir vita. Án ef það dýrasta, jafnvel flottasta á landinu og við erum með svona yfirfall líka, við erum með annað tún beint á móti og þannig að það hefur verið mjög gestkvæmt á tjaldstæðinu og við stílum inn á að fá fjölskyldufólk þangað, það er 20 aldurstakmark, unglingadrykkja er ekki liðin og við erum ofsalega ánægð með hvað er búið að vera góður bragur á hátíðinni undanfarin ár og svona fjölskyldustemning sem að svífur yfir vötnum. Við viljum halda því áfram og leggjum mikla áherslu á það. Við höfum bara aðeins verið að fleyta rjóman á dagskránni í þessu spjall okkar. Hvar getur fólk nálgast dagskránna? Það er að fara inn á sjóvarisíkátin.is og inn á heimasíðu bæjarins og við erum líka með Grindavíkur app eða sjóvarisíkáta app þannig að fólk getur fengið dagskrána í síma, það er mjög þægilegt. Við vorum með það í fyrra og það sló alveg í gegn. Þannig að það verður áfram þannig núna, þannig að það er að gera að kynna sér þetta og við Grindvíkingar erum þekktir fyrir að vera gestristnir og við viljum endilega fá nágranna okkar hérna á Suðurnesjum sem hafa verið duglegir að koma. Á sama tíma á mörg bæjarfélög á landinu hafa verið að draga úr þessum hátíðöldum og sjónvarpshelginni, þá hafa við alltaf verið að bæta í og það þannig í ár. Og við viljum líka fá nágranna okkar bara að stór Grindavíkursvæðinu líka í Reykjavík. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Forseti Íslands kom í óvænta heimsókn til Heiðarskóla í Keflavík. Hann var að fylgja eftir áskorun sinni til kennara skólans frá því fyrr í vetur. Málið varðar Óla Skans. Við kíktum í dans. Ólafur, nú varst þú staddur hérna svolítið merkilega viðburð. Getur þú sagt okkur svolítið forsögu þessa viðburðar? Já, Óli Skans, hann bjó á Bestanesinu og það er ennþá hægt að sjá torfrústirnar af hans bæ á Bestanesinu. Og í bóklöðinni, þar sem ég held nú marga fundi við veglegt borð sem að þjóðin þekkir nú kannski best sem ríkisráðsborðið og þá flytjum við það inn í salinn.
elsta borð í notkun í landinu að ég held. Það eru 2 fallbyssukúlur sem fundust í Skansinum og tengjast Tyrkjaráninu með vissum hætti. Þannig að þegar koma krakkar, ungt fólk til Bessastaða, þá finnst þeir nú margt merkilegt á staðnum og ekki síst fallbyssukúlurnar. Og þegar ég kom fyrst til Bessastaða, sagði þeim stundum þessa sögu með Óla Skans. En svo tók ég eftir því fyrir svona 8-9 árum síðan að þegar ég fór að útskýra þetta með kúlurnar og Óla Skans, þá voru engin viðbrögð. Og svo ég sagði þið hafið þetta heyrt Óla Skans. Og þá kom í ljós að svo var ekki. Þannig að það sem var alveg samgróið mörgum kynslóðum að dansa Óla Skans og syngja Óla Skans og völukonu hans, það var bara án þess að nokkur hefði ákveða að hverfa. Mér fannst þetta eiginlega merkilegt hvernig svona þáttur í þjóðmenningu og uppeldi kynslóða gæti bara horfið allt í einu. Og þegar kennararnir kom í heimsókn til Bessastaða, þá sagði ég þessa sögu og kvartaði dálítið undan því að skólarnir, leikskólarnir og grunnskólarnir pössuðu ekki að varðveita þennan arf. Og þau tóku þessari áskorun og sendu mér svo þau skilaboð, nú væru bara allir í skólanum hérna farnir að dansa Óla Skans og buðu mér að koma og ég gat ekki annað en komið og verða vitni að þessum frábæra dansi sem ég held líka, eins og ég sagði hérna áðan, Íslandsmet varðandi Óla Skans. Það var aldrei í sögu landsins jafnmargir, jafn ungir dansað Óla Skans eins og hérna í skólanum í dag. En gaman að sjá hvernig krakkarnir tóku þennan dans, hvað þau voru glöð, hvað þau voru ánægð og allir tóku þátt, strákadansu við stráka og stelpur við stráka og stelpur við stelpur og algjörlega frábært. Þessi dans líka, að geta allir dansaðan. Já, það var einmitt það sem mér fannst hérna í dag og ég myndi frá mínu uppeldi að Óli Skans, kannski það ástæðan fyrir því að var svona vinsæll hérna áður fyrr, að það gátu allar kynslóðir dansaðan og kynslóðirnar gátu saminast, þetta var tiltölulega auðvelt, en þetta var líka saga og ákveðna persónu og hans örlög og það fannst mér skína líka úr augum krakkana hérna í dag. Þannig að ég, fyrst að skólinn hefur nú ákveðið að taka mark á fóstanum sem ekki allir gera þá varpaði ég fram með þeirri óska, nú þetta árlegur viðburður hérna í skólanum. Því var vel tekið. Því var vel tekið, nú má ég eftir að sjá hvort að það verður eftir eða ekki. Þið kannski komið hérna ári og gangið skuggum það. Mér fannst þetta alveg óendanlega skemmtilegt. Ég held að sé nú ekki hægt að segja annað. Krakkarnir stóðu sig svakalega vel. Það var ekki langur undirbúningur. Við æfðum þetta í morgun út í íþróttahúsi en það var eins og þetta væri bara þau læft og tóku vel undir í söngnum og það var reyndar sérstaklega skemmtilegt og Ólafur Ragnar skildi koma. Við áttum ekki vonaði, við vitum hann önnum kafinn maður og þetta flokkast ekki undir opinbera heimsókn, heldur hann rétt að svona líta við hjá okkur. En við vitum hann mikið að gera, smáþjóðleikarnir að hefjast í dag, þannig að þetta var mjög skemmtilegt. En við vissum það reyndar á föstudeginum hádegið hann myndi koma til okkar. Það hefur að sjálfsögðu mikla þýðingu að forsetinn skuli gefa sér tíma til þess að koma til okkar. Og það ekkert sjálfgefið. En fyrst og fremst þetta mikið ánægjuefni fyrir nemendur skólans og þeim sýndur mikill heiður. Komið að stóru stundinni hjá Sigvalda Lárussyni lögreglumanni og verðandi göngugarpi en hann tapaði veðmáli í vetur og hvað þarf hann að gera? Já, hann ætlar að ganga frá Keflavík til Hofsóss. Jæja Sigvaldi, það komið að stóru stundinni, en rifjaðu nú aðeins upp fyrir okkur, af hverju ertu að fara í þetta? Herri, ég svo sem bara ekki kannski besti spámaður í heimi. Ég spáði fyrir hérna úrslitin á vali og íþróttamann ársins. Það hefði rangt fyrir mér og sett á Facebook að minn spádóm og ef ég skildi að rangt fyrir mér ætla ég að labba á Hofsóss. Og eins og margir vita þá hafði ég rangt fyrir mér og nú bara eins og segi komið að þessu. Hvernig hefur þið verið að undirbúa þig fyrir þetta ferðalag? Ég var svona lengi framan af sumri á meðan að snjórinn var, þá var ég upp í sporthúsi og var þar á brettunum og gekk mikið og búinn að vera þar. Svo núna, svona síðustu vikurnar, þá er ég búinn að vera svolítið mikið úti, búinn að taka góða göngutúra í Grindavík og Sandgerði og
Bara svona búin að koma mér í form, standa og í form. Hvernig formið? Gott. Þetta er gott. Þetta er allt annað líf. Þetta hefur skipt miklu máli að svona æfa svolítið stíft í vetur? Já, líka bara eins og ég segi, svona kannski sparki í rassinn fyrir mig að fara bara að huga betur að mataræði og heilsu og hreyfa mig betur. Hvernig ætlar að framkvæma þetta? Herri, ég er svo sem búin að skipta þessu upp í 9 leggi. Þetta er leiðin 370 km og þetta er að meðaltali maraþon á dag. En fyrsti dagurinn til dæmis að leggja að stað hérna á föstudaginn klukkan 9 og ætla að labba upp í Mosfellsbæ. Það eru tæpið 60 km. Svo fer ég þaðan að Laxárbakka. Svo á sunnudeginum þá er að Laxárbakki Borgarnes. Svo fer ég frá Borgarnes upp í Bifröst og það er gaman að segja frá því að nemendur á Bifröst eru búin að vera í samskipti við mig á fésbókinni og þau eru að safna í lið bara og ætla að ganga með mér hérna og ég á vonum bara fullt af fólki þar. Þau eru búin að bjóða okkur mat og gistingu og morgumat á Bifröst áður að leggja svo að stað þaðan upp á Holtavörðuheiði. Staðaskáli tekur við eftir Holtavörðuheiðina blessuðu og það er svona, ég held svona einn erfiðasti leggurinn í þessu. Svo verður það Staðaskáli Hvammstangi Blönduós, þar er einnig búið að bjóða mig gistingu. Lárus sem sér einhverja bústaði þarna, búin að höndla það. Svo verður það Sauðárkrókur, þá ég fer sem sagt Þverárfjallið og ég reykist ekki á ísbyrni en það er búið að vera kalt og norðanátt þannig að það er alveg hætt á því. En ég ætla að vera með augun opin. Svo á laugardeginu fer ég Sauðárkrók Hofsós og það er síðasti leikurinn. Þú talar kalt, það er náttúrulega búið að vera svolítið undarleg veðrátta. Óttast ekki þetta kalda veður sem er á Norðurlandi? Nei, ég er snjóþrúgur í bílnum og bara klári í allt sko. Það verður reynslubolta með mér í bílnum hann á ferðinni, göngumenn og þetta verður ekkert mál. Við kljúum bara allt sem kemur að okkur. En þú ert náttúrulega alls ekkert einn í þessu, það eru fjölmargir að leggja þig lið. Fullt af fólki, alveg fullt af fólki og margir vinnufélag búin að lýsa því yfir að þeir ætla að koma einmitt á föstudaginn og labba með mig til Reykjavíkur, bæði héðan og úr lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Slökkviliðsmenn eða maður frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, hann er að fara næturvakt á föstudaginn og hann ætla að labba með mér í vinnuna og fjölskyldan og það er fullt af fólki búið að koma, það er svolítið hellingur af fólki. Bílalega Geysir lánaði með þennan bíl til dæmis til ferðarinnar og maður er búin að fá alls konar bara frábærar viðtökur hjá öllum sem maður hefur bæði leitað til og svo hefur fólk verið að leita til mín líka. Og sá sem mun kannski græða hvað mest á þessu, það er umhyggja? Það er umhyggja. Það er sem sagt félagasamtök til styrkta langveikum börnum og eins og ég hef alltaf sagt þau eru eftir með að safna fyrir sig sjálf þannig að við þurfum að gera það bara og þetta er bara svona verkefni og málefni sem kom upp í hugan á okkur bara mjög fljótlega eftir þessu ákvörðun. Þú varst fljótur að láta þetta það í huga að umhyggja væri málið? Já, ég og Bono, eins og við köllum hann hérna, Krissi Geirs, hann átti eiginlega að frumkvæða þessu með umhyggju og við bara þurftum ekkert að hugsa það, bara tókum þetta og gerum þetta. Og hvernig getur fólk styrkt umhyggju í þessari göngu? Herðu, það eru 900 númer sem ég er með, 901 5010 fyrir 1000 krónur, 5020 fyrir 2000, 5030 fyrir 3000 og það má hringja eins oft og þú vilt. Og svo er ég líka með bankareikningi Landsbankanum sem ættir að leggja inn á. Og þú ert á fésbókinni þannig að fólk getur fundið þið þar? Já, umhyggju gangan og svo er ég líka komið Snapchat-reikning sem er umhyggju gangan og við ætlum að hafa bara eins og ég segi gaman að þessu. Markmiðin eru 2, safna rosalega miklum peningum og hafa rosalega gaman að þessu. Og svo verður hægt að fylgjast með þér á Víkurhöttavefnum, eða ekki? Að sjálfsögðu. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið minnum við á fleiri miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem kemur út alla 50 daga, fréttir alla daga á Víkurfréttavefnum vaff.is og stöðugar golffréttir á kilvingur.is og þar ætlum við að vera með golfþátt þegar líður á sumarið. Það verður spennandi. En það er hægt að sjá eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rásinu undir sjónvarp Víkurfrétta. Við endum þáttinn á tónleikum í Njarðvíkurkirkju með ungmennasveitinni Vox Felix. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl.
Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófað að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.